alveg sama hvað hún gefur út, það verður allt vinsalt. Taylor Swift, lag sem heitir You Belong To Me, flottur smellir frá henni. En við ætlum að sjálfsögðu að forvitnast helgarveðrið sem að framöndan enda einn mesta ferðahelgi ársins og hér á línunni hjá mér Siggi Stormur, þú náttúrulega fengið þetta skemmtilega viðnefni, góðan daginn. Já, góðan daginn og gaman að heyra ykkur. Sömuleiðis. Jú, þetta viðnefninu búið að, ég fann að nota þetta vinnu heiti, þetta byrjaði nú hjá Páli Magnúsinni fyrirverandi útvarpsstjóra og hérna það var einhvern tímann sem það var svolítið óþekkt í veðrinu alltaf þegar ég átti vaktina og hann var hann eitthvað þreyttur á þessu og misti þetta út af sér og menn hérna gripu þetta á lofti og þetta vil loða við mig núna ég bráðum í 16 ár. Og ná svona inn að milla nota þetta í jákvæðum tilgangi? Já, akkurat, þannig að fólk heldur að segja móðga mig eða eitthvað svolítið, það aldeilis ekki svolítið, þetta bara mitt vinnu heiti og hérna það ágætt að hafa, ég meina á vinnustöðum menn bara kannski númer 20 eða 50 eða eitthvað svolítið og hérna ég bara stormurinn sko, þannig að þetta bara bestamál. En hérna, helgin sem að framöndan nú margir að spá í því hvert á að fara, hvað á að gera, mun veðrið verða almennilegt á þeim stað sem ég er búin að áætla að fara á? Já, sko, ef við byrjum svona á því sem að, sko, það tvennt á minni reynslu, 16 ára reynslu í þessu, að sem að fólk pirrar fólk alltaf. Það annars vegar ef það mikið rok og það hins vegar ef það rigning og verst ef þetta fyrir saman. Og hérna, það sem að, sko, dagurinn í dag, nú kannski ekkert að marka hann beint fyrir Suðurlandi, sko, sérstaklega út í Eyjum og allra syðst á landinu. Það lægð að störfum núna við suðurströndina og hún svolítið að minna á sig, rigning og með köflum og svolítið hvasst, ég raunar svolítið mikið hvasst með ströndum sunnan til, allt upp undir 80 metra og jafnvel meira í kviðum. En þetta allt saman bara hlutur sem gengur yfir núna reyndar allra síðust ekki fyrir í nótt og á morgun í fyrramáli. Þannig að við gætum fengið einhverja fréttur það að tjöldin sem við farin að fjúka af Eyjum. Já, það reyndar húkaraball og þessir ef þú húkar vel þá ertu nú vel fastur sko. Já, segðu. Það nákvæmlega sko, þannig að hérna ég held að þeirra húkaraballinu verði bara að húka vel í og skemmta sér vel og hérna nú það getur vel verið að þeir fá að gista og þá kannski íþróttahúsin, ég veit ekki, það er þá bara til að fá fjölbreytni í gistumöguleikana. Já, segðu. Akkurat, svo byrja ballið bara alveg fyrir fullt og allt á morgun og þannig að ég hef ekkert engar áhyggjur af Eyjamönnum í þessu sko. Þannig að en þeir þurfa að þola þetta sem sagt til morguns. Það kannski gallin við ef við orðum það þannig en síðan ef við heldum áfram aðeins í vindinum að þá aðfaranótt laugardagsins að þá á Vestfjörðum þá aðeins hvessir hann aðfaranótt laugardagsins með rigningu og síðan það lægir nóttina þegar líður á nóttin og morgunin en úrkoman verður samt viðlóðandi Vestfirði og norðanvert landið á laugardeginum fyrripartin. Þannig að það að bleita eins upp í fyrir Mýraboltan allavega? Nákvæmlega, ekki að vera í Mýrabolta í þurr ef það allt skræfa þurrt. Nei, þeir eru duglegir að vökva, það bara þannig. Þeir fá hjálp frá veðurguðunum til að vökva. Og hérna, þannig að ég held að þeir lifa þetta alveg sko, síðan að öðru leyti, ef við horfum fram hjá þessum tveimur póstum, þar að segja í dag, og svo aðfarnátt laugardags á Vestfjörðum, að þá erum við bara að tala rólegheitar veður helgina á enda. Og það náttúrulega alveg æðislegt og meiri segja sko, að á morgun til dæmis við Flúðir og þar í kring þar getur menn verið að tala bara 15, 16, 17 stiga hita og rólegheit svona eftir hádegi og þannig að bara skemmtilegt veður og það má ég segja að sko helgin að raðast ótrúlega vel í hvað veðurkerfi snertir til þess að það sé hjá okkur því að
því að það á morgun þá mögum við búast við einhverju sem sagt vætu allra síðust þegar menn vakna í Vestmannaeyjum og allra síðust í Vík í Mýrdal og eitthvað staðar þar í kring en síðan styttir þar upp eins og ég nefndi og léttir til og fer að verða bara hið fegursta veður þegar á daginn líður og með hlýindum eins og ég segi sérstaklega sunnanlands og síðan á laugardaginn að þá fer eins og ég sagði að rigna á Vestfjörðum og sérstaklega aðfaranótt sem sagt laugardagsins og þá með svoknum vindi en vindurinn gengur eins og ég sagði niður og síðan verður einhver væta á laugardaginu fyrir norðan og á Vestfjörðum eitthvað frameftir en síðan styttir þar líka upp en það verður svolítið kalt í fyrir norðan það má eiginlega segja svona þá við erum að tala eins og reynda að segja áðan 16, 17, 18 stig á Suðurlandi á morgun og suðvestan til á Suðurlandi en svo verður sennilega hitinn á laugardaginn svona 6 til 13 stig og kaldast á Norðurlandi og hlýjast svona inn til landsins á láglendi þar sem skjól og fínt svo 13 stig það aðeins valt í þessu á laugardag miðað við hinna dagana og síðan fer aftur að hlýna og sunnudagurinn þá bara hægviðri og svona rappveður mjög gott til að þú veist ef einhver hittir fallegan kall eða fallega kerlingu að þá geta þau vel tala saman og haft gagn og gaman að hvort öðru í góðu veðri sko og síðan erum við að tala að þá verður hitinn svona 8-15 stig og það verður ekkit endilega sól allt land, það verður svona bjart með köflum eins og maður segir sennilega skýjar að sunnan til en það verður sennilega léttir til á Norðurlandi aðeins og svo á mánudag þá erum við að bíða eftir að nýlag komi upp á landinu en hún aðeins að seinka sér þannig að þá verður eiginlega má segja á mánudeginum bara fínasta veður og fer hlýnandi og sérstaklega á Norðurlandi og hitinn 10-18 stig á mánudaginn hlýjast vestanlands. Þannig við erum að tala um að það verður allavega ekkert vesen að koma fólki frá Eyjum? Nei, ég hafði reyndar mestar ágjörð því ég talaði við hjá útvarp, hringdi í mig frá útvarp ég kallaði Vestmannaeyjaradio en á mánudaginn og þá var þessi lag miklu ákafari og miklu fyrir á ferðinni hún sem sagt, hún hefur seinkað sér töluvert og núna eins og ætla ekki að fara rigna fyrir bara háti á mánudag og jafnvel ekki fyrir seinna en það og vindur sömuleiðis ekki fyrir kvöldi þannig að mér sýnist að hún hafi þróast bara með besta móti en hún gerir þessi lagði sem kemur svolítið sunnar en hinnar sem hafa verið að koma í sumar þannig að hún svolítið að sína skemmtilegri hlýindi heldur en svona betri og meiri hlýindi heldur við kannski átt að venjast þannig að norðlendingar fá kannski loksins einhverjar gráður sem að þeir hafa ekki átt að venjast í sumar. En allavega við náum ekki að stjórna veðurguðunum þannig að við náum að seinka svona þessum blessum lagðum sem að koma þá það nú bara jákvætt. Algjörlega. En það lítur kannski þannig út að það mun rigna kannski allstaðar eitthvað. Sko á sunnudeginum þá mjög veiklulegt svona skúraloft hér og hvar á landinu sem að þó dregur úr þegar að ég veit eiginlega ekki hvort maður eigi að vera að spá svona að, það getur dropað vissulega víðast hvar yfir helgina einhvers staðar en þetta eru svo lítið fjölleg úrkomukerfi sem að eru í fæðingu að það þá frekar síðdegisskúrir eða eitthvað slíkt sko og en svona úrkomukerfin sem slík eru þessi tvö, það aðfaranótt laugardagsins á Norðurlandi, á Vestfjörðum og á Norðurlandi og Suðurlandið í dag þannig að þetta eru svona alvöru úrkomukerfi sem eru svona eins og maður segir sko þau kunna sitt fag sko en veistu það ég hef svo oft verið að spá í veðri í kringum Vesturnorðurhelgi og mér finnst þetta nú bara með því jákvæðara sem ég hef séð lengi að vera í hægviðri og þurrviðri að mestu það náttúrulega alveg draumur sko þú veist þess að þægilegt að tjalda þú getur verið sko tekið bara klukkutíma í það að vera að dutta við að tjalda það tekið að flýta þið neitt og kjafta við nágrannan og kynnast nýju fólki og
og þú veist, þetta svo mikið sjarm yfir þessu að það hálfa væri nú. Það þannig að ég mjög bjartsýnn með þetta. En það auðvitað húkaraballi sem úti, sko, þetta ball sem úti að þeir verði kannski svolítið til að hafa kannski greiðuna með sér til að geta vaskreitt hér svolítið. Þeir verða þá bara reffilegri, sko, strákarnir, sko. Þetta gamla góða með greiðuna í rasvasenum. Já, nákvæmlega. Ég held að það sé nefnilega, það trikki í kvöld, sko. Og þeir þurfa meira til að taka greiðuna nokkur sinnum upp því að það gæti aðeins svona gustað það kalt á toppnum eins og þú veist. Já. Og það gæti aðeins gustað hárið á þeim og þeir eru að hafa greiðuna við hendina, sko, ef þeir alltaf einhvern séns í fallega og skemmtilegt fólk, sko, með stelpur allt svo, eða stráka eftir áttökum. Þannig að en það þýðir ekkit fyrir stelpunar að vera að fara í lagningu eða svoleiðis nema að vera þá bara með eins og var í gamla daga þegar maður sá konur sem voru í lagningu og voru oft með svona plastpoka yfir lagningunni þegar voru að fara milli húsa. Það er ennþá nota plastpokan með þér. Er það? Já. Alvöru, þetta heldur greiðslinn í lagi, get ég sagt þér. Það er bara þannig. Þannig að það verður plastpoka samkvæmi í semstæðar í Vestmannaeyjum kannski. Það er góð spurning. En takk fyrir þetta, Siggi. Við fáum kannski að eiga það inn að bjalliði aftur fyrir sumar á Selfossi sem er núna bara helgin eftir Vestlunumannahelgi. Stór helgi framöndan hér á Selfossi þá. Já, það er ekkert annað og mikið að gera. Heldur betur. Þetta er að gera því að sko ágústmánuður er að verða svo góður ferðamánuður. Það er sko fyrir 15-20 árum þá fór enginn í ferðalag eftir Vestlunumannahelgi því að þá var komið bæði kaldara og dimmt á nóttinni. En nú er ágúst síðust ár hefur hann verið bara eitt besti og hlýjasti ferðamánuður ársins, ekki alveg, ekki eitt ár hefur skorið sig úr en hann er að verða mjög flottur ferðamánuður, sko. Þannig að mér líst vel á þetta, sko. Ég hef nátt heim á Selfossi og þetta er ægilega góður bær og gaman að búa þarna og gott fólk. Ávallt velkomin til okkar. Já, það er aldrei að vita en ég skelli mér. Já, er það ekki? Kíkir á okkur á sumar á Selfossi. Nákvæmlega, þetta er svo, og allir sko vita það að sko selfisingar sko að þetta er sko fólk sem kallar ekki að stömmu sína þegar kemur þó að skjálfi og hristist og svona, þetta er allt stendur þetta eins og klættar. Við verum að vera Íslendingar í húð og hár. Nákvæmlega, kunni á náttúruöflin. Takk hérlega fyrir þetta, Siggi, gaman að heyra í þér og njóttu helgarinnar. Sömuleiðis. Allt er fína, takk. Njóttu helgarinnar, Já, bless. Well, there's a will, there's a way, kind of beauty.